mikið verið að bjóða fólk velkomið og ég var svona að veltaði fyrir mér hvernig ég ætti að bjóða ykkur velkomin þó ég bjú ekki hér lengur. Þannig að ég eiginlega að bjóða ykkur velkomin í frystikistuna mína, okkar fjölskyldu. Það var þannig að þegar ég ólst upp hér, að því miklu leyti sem ég ólst upp hér, að þá höfðum við hér aðstöðu til þess að geyma kjöt og annað í frysti sem var hér. Og maður þurfti að svona skríða inn í hann í gegnum hurð mikla og ég fór með föður mínum rétt fyrir hádegi og aðfangadag og náttúrulega vildi ekki að heita lofti kæmist alltaf mikið inn í frystinn og ég lokaði hurðinni eiginlega aðeins mikið. Og þannig að við sáum það fyrir okkur að ég og pabbi myndum eyða jólunum þarna með öllu jólakjötinu en frostnu. Þannig að það eru mjög margar minningar sem að kvikna hérna og ég ætla ekki að fara lengra vegna þess að þá kannski kæmist ég aldrei í erindið. Sem að var það að það var haft samband við mig og spurt hvort að það væri ekki í lagi að hvort ég væri ekki til að koma aftur á fagráðstefnu og ræða þessa snertifleti við loftslagsmálin og þegar ég segja aftur er að ég var mér þakklátur fyrir það, mér var boðið á fagráðstefnuna 2019 sem þá var á Hallormsstað, var þá raunverulega rétt að byrja þessa uppbyggingarstarf sem ég var beðinn að koma að byggja hérna upp loftslagsráð. Og ég byrjaði náttúrulega á því að gá hvað ég hafði talað síðast, en langaði svolítið að halda aðeins áfram samt að kynna ykkur fyrir Vestfirðingum. Og þessi Vestfirðingur innan skógræktarinnar frekar þekktur. Þetta Gráreynir sem hann héldu nú fyrst að væri Silfurreynir en það allt í lagi. Gráreynir sem var valinn tré ársins og á skógum í Þorskafirði. Og þið sjáu kannski þarna flugu sem var búin að koma sér vel fyrir þarna og komast í feitt. Þannig að Vestfirðir taka vel á móti ykkur. Ég held að sé líka mjög mikilvægt að þegar við hugsum þetta verkefni sem við erum öll í, að rækta, byggja upp, að við munum að það var skógur á Íslandi. Og kannski hver betri til þess að minna okkur á það heldur en þjóðskáldið. Og það margt sem hann skrifaði sinn fæðingarstað, skógum, Þorskafirði. En það sem ég eiginlega snart mig mest var þetta. Og þetta nú bara mín merking að kalla þetta bæn þjóðskáldsins. Þið get ekki googlað þetta neins staðar. Að það sem hann sagði, friði drottinn fjörðinn minn, fóstur byggð og þingstaðinn, þið munið eftir þingfundunum sem voru á Kollabúum, blessi líð og landsins plóg, og svo kemur þetta, og lífgi við minn gamla skóg. Og þetta held ég mjög djúpt í þjóðarminninu, að skógur íslenskt fyrirbæri. Og ég held bara einhvern veginn að þetta sé bara gott að einhvern veginn að byrja aðeins þarna og að við gleymum ekki hvað þetta snýst og að hverju við erum að þessu. Og það að lífga við minn gamla skóg, að það náttúrulega hlúað því sem búið að vera hér lengi, virkið okkar og fleiri tré. Og þannig að þetta svona upphafsstaðurinn fyrir mig. Ég held að sé bara svo mikilvægt að þegar við förum að tala þessa hluti, að við byrjum svolítið á því að setja þetta í hitt stærra samhengi. Og þessi hendi sem þarna hún var nú 8 ára í gær, en ég held hún hafi nú ekki verið nema 6 ára þarna. Og það sem svo áhugavert þegar maður fer með börn og leyfir þeim að planta, svo kom maður aftur og segja, afi, hvar tré sem ég plantaði? Og það svona þessi vænting.
eftir því að eitthvað sé að fara að gerast. Og af hverju það að gerast? Vegna þess að þetta eru lífrænir ferlar. Þetta er allt í stöðugu svona samhengi. Þannig að ég held bara að byrja svolítið að minna okkur bara á vistkerfið og þetta vistsamhengi og líka þetta andlega samhengi allt saman. En ég myndi náttúrulega vilja halda áfram, en ég held að það sé mikilvægt að við förum beint að síðan þemanu. Og það er búið að vitna hér nú þegar í milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem er losalega langt orð. Ég held að sé langbest að tala bara alltaf um IPCC. Þetta er raunverulega orðið brand og það er mjög mikilvægt að við öll munum hvað þetta er og hvað þetta er ekki. Þetta er ekki sérfræðinganefnd, heldur er þetta alþjóðleg stofnun sem að Ísland er fullgildur aðili að og tekur þátt í með öðrum þjóðum að öllu ákvæða allt hvað kemur frá þessari vinnu. Og það sem er líka mjög mikilvægt að öll orð sem að þau nota í niðurstöðu er það sem að ég kalla kvarðað orðalega. Þetta er nú reyndar hugtak sem að fara að nota víðar. Þannig að þegar að vera að tala um líkur á ykkur eða hversu mikil vissa er eitthvað, þá er það allt saman kvarðað. Og víðtækar og hraðar breytingar í lofthjúpi, hafi, freðhvolfi eru fordæmalausar. Og þetta orð fordæmalaust við fórum nú að kynnast í, hvort sem litið til síðustu áratuga, árhundraða eða árþúsunda. Og mér var svolítið skemmtilegt hvernig Veðurstofan tengdi þetta saman, því að hafa þessa mynd með, vegna þess að við vitið það ekki að þá það er mikið þroska að horfast í augu við staðreyndir og það er ennþá haldnir fundir í The Flat Earth Society og víða, ekki bara einum stað. Þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að við horfumst augu við þetta og síðan er alltaf þessi spurningum, býtum nú við, erum við gerendur? Og þá er þessi setning, og þetta er beint úr þessari niðurstöðu sem var samið orð fyrir orð á milli ríkjanna. Og þannig kemur orðið, það er óumdeilanlegt. Það er óumdeilanlegt, vildi ég segja aftur, að athafnir manna valda loftslagsbreytingum. Ákefð og tíðni ofsaveðra eykst, hitabylgjur tíðari einnig í sjó, þurrkar aukast, fellibyl eru sterkari og aftaka úrkoma meiri. Og ég teka fram að þó eitthvað sé óumdeilanlegt að þá er samt hægt að rífast það á Íslandi. Og þá er spurningi með viðbrögðin. Og viðbrögðin náttúrulega þurfa að vera hnattræn, þurfa að vera með aðkomu allra þjóða og það er mjög mikið og gott og merkilegt sköpunarferli sem ég hef ekki tíma til þess að fara út í hér. En ég vildi bara minna á það það var nefnt hér áðan að þetta er búið að vera vitað lengi, en það er líka búið að vera að byggja upp mjög lengi viðbrögðin. Og ég veit ekki mjög vænt þessa mynd sem er þarna á þegar að Durban-þingið, loftslagsþingið, var komið 48 klukkstundum fram yfir og menn hefðu nú ekki sofið mikið þannig undir lokin. Og þetta var rétt áður en að það náðist niðurstaðan það að ráðast í það að semja Parísarsamninginn. Og það tók síðan 4 ár. Og ef við horfið á forseta þingsins Maite Machapani, utanríkisráðherra Suður-Afríku, sjáðu hvernig hún heldur. Hún er að biðja þjóðirnar að koma saman og byggja þetta upp. Og þannig að þetta er svona bara, mér finnst þessi myndur að þetta er yfirleitt talað samningaviðræður. Þetta er raunverulega ekki samningaviðræður, þetta er raunverulega mannkynið að reyna saman að takast á við þessa ógn og að breyta ógnin í tækifæri. Og niðurstaðan eins og við þekkjum Parísarsamningurinn, ég ætla ekki að fara mikið í hann hér, þetta er meira svona upprifjun fyrir ykkur og mikilvægt að hann raunverulega skapaði þessa hnattrænu einingu, markmið og leiðir. Og á enskunni talað Unity of Purpose.
Það var ekki það að þjóðirnar vissu hvernig það myndi komast, en það var niðurstaða markmiðið og samningurinn allur drifinn áfram að því langtíma markmið að halda röskun á veðurkerfum jarðarinnar innan viðráðanlegra marka og að gera það ómögulegt án hnattræns kolefnishlutleysis. Nú hef ég ekki tíma til hér að tala mikið þetta hugtak kolefnishlutleysi og eitt af vandamálunum sem ég held við eigum við að stríða í samtali hér á Íslandi að ég veit ekki hvað, það verður gott að það verði ykkur teldi þetta, hvað orðin til mörg orð sem byrja á kolefnishlutleysi og það útilokað að halda reiðu á þessu öllu saman og það held ég næsta útilokað fyrir þann sem ekki hefur tekið þátt í þessu samtali að skilja hvernig kolefni getur orðið hlutlaust. En þetta er kolefnisjöfnuður. Við þekkjum hugtakið jöfnuður, gengur heimilisbókhaldið upp, Ísland að hrynja eða skilja, það nú ekki góð samlíking fyrirgefið. Og núna kolefnisjöfnuðurinn skakkur að því leyti að það miklu meira kolefni að fara inn í andrúmsloftið og það það sem að skapa þessi vandamál. Þegar þetta nær jafnvægi þá þessi jöfnuður í jafnvægi, því miður þá hefur þetta hugtak neutral einhvern veginn leitað inn í íslenskuna, ég held að þetta sé ekki gott, en það komið þangað, en eins og við vitum að það ekki hægt að stoppa við kolefnishlutleysi því að við þurfum að ná tilbaka töluvert af því kolefni sem þegar komið út í andrúmsloftið. Og síðan þessi innri taktur sem við þekkjum og landsframlögin og þetta hnattræna stöðumat sem mjög mikilvægt og það fer fram í fyrsta skipti, líkur í fyrsta skipti akkurat á þessu ári í COP28 í Dubai. Líka halda þessi til haga hvað hefur breyst nýlega, breyst til dæmis frá því að ég hitti ykkur síðast 2019, að það búið að ganga frá samstarfi ríkja landsframlögin, eða hvernig þau skila landsframlaginu og þetta fellur undir 6. grein Parísarsamningsins og þar verður til, þetta eitt af þessum skammstöðunum sem ágætt að fara að venjast, ITMOs, ITMOs, Internationally Transferred Mitigation Outcomes. Þetta þá einingar sem munu flytjast milli ríkja, semji þau slíkt og þetta mjög mikilvægt atriði. Það þarf að vera gagnkvæmur vilji til þess að flytja slíkar einingar á milli og við myndum vænta þess að þeir sem vilja fara í samstarf við okkur muni þurfa slíkar einingar, en þá spurningin í hve háu hlutfalli af heildarafurðum mótvægisaðgerða. Loftslagsráð búið að starfa töluvert síðan við hittum síðast, bara skellti þessu upp svona við Þórunn, ég er mjög ánægður að Þórunn Wolfram Pétursdóttir, doktor, komin til starfa hjá Loftslagsráði, fyrsti framkvæmdastjóri Loftslagsráðs og kom til okkar frá þeirri góðu stofnun Landgræðslunni og tók þetta saman svona fyrir mig bara þess að svona myndrænt sína hvað hefur verið að koma út úr þessu. Síðan þetta svona á forsíðunni og ef ég vilji skoða þennan nánar þá getið þið séð að þá aldrei að taka mynd af Íslendingum í sól. Myndin hérna. Ragnhildur okkar Freysteins. Þetta 9. júní. Þegar að Loftslagsráð hafði náð samstöðu, orð fyrir orð aftur, harðorðustu skilaboð sín til stjórnvalda, eða skýrustu skilaboð til stjórnvalda, að þetta væri ekkert að ganga. Þetta væri ekki nógu gott og það hefur vakið töluvert mikið viðbrögð. Ég vildi líka bara minna þennan hóp á það að eitt af því sem við höfum gert að við köfum svolítið ofan í
hvað við vitum losun gróðurhúsalofttegunda frá landi og það hefur verið talað hér mikilvægi rannsókna og vöktunar og ég vildi bara vekja athygli á þessu. Þetta tillaga sem í þessu plaggi að þetta eiginlega eina tillagan í öllu plagginu. Hitt var svona meira lýsing á mat loftslagsráðs og stöðunni, að það sem núna vantaði væri formlegur farvegur fyrir vísindaráðgjöf. Og við reynum að túlka þetta svolítið við að það einhverjir sem hafa bæði skilning á bókhalds- og uppgjörsmálunum og líka rannsóknum. Og ég vil bara kannski minna á það að ég kallaði eftir slíkum farvegi á Hallormsstað þegar ég var hjá okkur síðast og að það væri mikilvægt að það væri einhver staður til þess að takast á þessi faglegu álitamál. Og þannig að það væri virkilegt að kryfja þetta til mergjar og sagði þá að hugsanlega að sá farvegur ætti eða vettfangur ætti ekki að vera Bændablaðið eða Facebook. Ég held ég hafi misst það út mér. Síðan höfum við líka skoðað mikið, eru yfirlýsingar kolefnisjöfnun ábyrgar og það tengist ýmsu. Ég ætla ekki að fara ofan í þetta hér. Við fengum ítarlega greiningu frá Environize hvernig staðan væri. Því miður hefur hún frekar lítið breyst en eitthvað þó. Og síðan hefur ráðið líka sendt frá sér ályktanir þetta og spurningarnir í mínum huga núna og kannski eitthvað sem við höfum hægt að ræða hér með verum saman. Hver áhrif mun tækniforskrift staðarráðs hafa? Hvernig mun skógarkolefni reynast? Og það mjög mikilvægt. Og svo líka, sem ég held að sé bara mjög mikilvæg spurning, hvernig, ekki hvort, hvernig mun kolveður laga sig að nýjum veruleika? Og þetta mjög mikilvæg spurning. Ég talaði áður breytingar á alþjóðavettvangi, að það búið að ganga frá 6. greininni. Það líka búið að ganga frá regluverkinu innan Evrópusambandsins LULUCF eða landnotkun og bara í gær kom þessi fréttatilkynning frá Evrópusambandinu þá niðurstöðu að nú væri búið að ganga frá þeirra regluverkinu LULUCF og ég ætla ekki að fara, mér fannst ekki vera reyndar kannski vettfangur til að fara djúpt í þetta hér, en ég vildi samt undirstrika að sum ykkar þekkja no debit rule og það mætti ekki vera nettó losun frá neinum að geiranum. Það á leiðinni út frá og með 2025. Ísland mun fá á sig samdráttarkröfu innan landhlutan LULUCF. Eftir 2025, á bilinu 2026 til 2030, þá verður unnið með samanlagðan budget nálgun og síðan líka sem mjög mikilvægt sérstaklega fyrir Evrópu að eftir 2030 þá rennur landbúnaður saman við hina þættina og sem feikilega mikilvægt vegna þess að eins og við vitum að þá stærsta vandamálið í þessu öllu saman hvernig við stöndum að matvælaframleiðslu, hvernig landbúnaður rekinn og þess vegna svo mikilvægt út frá loftslagsmálum að það sé hægt að ná utan um landbúnaðinn. Síðan ætla ég að enda á bara svona rétt, það ekki tími til þess að fara út í þetta hér. Ég bara skellti upp þessari mynd sem ég tók í Kyoto 97 þegar umhverfisráðherra okkar, Guðmundur Bjarnason, var ávarpað þetta þing og Ísland hefur verið mjög virkur þátttakandi í þessu alveg frá upphafi og þess vegna það frekar dapurlegt að verða vitni af þeirri umræðu sem ríkir hér í dag, bæði í sölum Alþingis, á vettvöngum dagblaðanna og sjálfsagt á samfélagsmiðlum. Ég nenni bara ekki að fara þangað.
og það mér segja að komi ný deila. Ég veit ekki hvað þið hefur lifað margar deilur. Ég man eftir Smugudeilunni, þegar Norðmenn voru allt í einu versta fólk í heimi. Nú komin losunardeila og það er farið að snúa hugtökum á haus þegar það kemur að því að setja verð á kolefni. Það eru tvær leiðir til þess: skattlagning eða nota viðskiptakerfi. Og ETS-kerfið er viðskiptakerfi sem byggir á því að eða svona kvótakerfið, að þú veist hver heildarniðurstaðan á að vera og síðan notaðu markaðsöflin til þess að láta það virka. Það er líka mjög gott að nota skatta. Það er bara allt annað og hefur allt önnur markmið. Og síðan það mjög sérstakt að nú sem sagt losunarkerfið kallað losunarskattar Evrópusambandsins. Og ég held að ferðamálaráðherra Íslands sé í Brussel núna, er ekki satt. Og ég held að það sé bara mikilvægt að við missum ekki móðinn. Við þurfum, eins og Þröstur vék nú að líka, að við þurfum bara einhvern veginn alltaf að minna okkur á aðalatriðin, muna og aðgreina staðreyndir frá tilfinningum. Og í grunninn þetta bara mín hugsun hér, að raunverulega von og trú á sameiginlega getu mannkyns. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við megum ekki stefna einni þjóð á móti annarri eða einu ríki á móti öðrum. Það snýst sameiginlega getu mannkyns að takast á við áskoranir og að skapa betri heim. Þessi von og trú, það er forsenda árangurs. Og þess vegna held ég að sé bara svo mikilvægt að vera bjartsýn og munið það, ekki rugla saman bjartsýni og óskhyggju. Bjartsýni er ásetningur. Þú ákveður að vera bjartsýnn, eins og þessi barefooted engineer sem mér þykir mjög vænt nota þessa mynd oft. Hún var búin að læra allt sem hún þurfti að vita til þess að fara heim í þorpið sitt með sólarselur. Láta þær virka, gera við þær og þannig að þorpið var orðið sjálfu sitt nóg orku. Og þetta er á Indlandi. Takk fyrir.